að við getum notað svona stýringar líka við til dæmis eins og spilkerfi og þá þurfum við að tengja saman þessa hraðastýringar þannig að við hérna á blaðsíðu 3 að þá er hérna hraðastýringur sem að keyrir hérna út á mótorinn. Ef við þurfum að fá hemlunarafl tilbaka þá hérna áriðum við tilbaka með þessum kassa hérna 3. Þessi áriðunar hluti, hann er bara látin vinna á fastri tíðni og áriðar tilbaka hérna inn á netið. Og þetta er þá bara önnur hraðastýring sem að tengist á móti hinni sem er bara hefðbundin. Hérna efri línan er bara alveg hefðbundin tenging frá neti út á mótor. En við nýtum þá bara ekkert þennan afriðunar hluta í hinni stýringunni hérna neðri. Þannig getum við notað þetta við spilkerfi. Og skoðum núna hérna, hér er teikning af þessum AFLT3011 og það er þessi rás hérna, AFLT3011, það er þessi hérna, að hér fáum við spennuna inn. Hérna hefur við eitthvað filter sem er hægt að fá með ef við óskum þess og síðan tengist þetta hérna inn á afriðilinn, rectifier, og við fáum DC spennuna hérna inn á þennan hluta hérna, plus DC stendur hér og mínus DC. Þannig að þéttarnir eru þá hérna líklega C15 hérna ansvegar og C7 og C8. Og það heldur yfir þessum hluta hérna, þessari jafnspennu. Oft er þetta kallað DC-linkur. En hérna höfum við 6 stykki af þessum transistorum, IGBT-transistorum, og þeir búa til með því að með þessari pulsvítarmótun P2M, Pulse Width Modulation, þeir búa til tíðni, hæfilega tíðni út á mótorinn eins og við óskum eftir því sem að við stillum til dæmis bara stilli viðnám eða þá að það er óskað eftir úr einhverju kerfi hversu hratt mótorinn á að snúast. Að þá sendir hann bara þá tíðni út á mótorinn sem beður. Og þessar spólur hérna, þær eru náttúrulega til þess að hægja á straumbreytingum. Þannig að verði ekki einhverjir rosalegir straumar á ferðinni, snögglega. Og hérna höfum við eins líka, já, svo tengist þetta hérna út áfram, gegnum þetta relay card, út á mótorinn hérna, UF og 2,5. Hérna tengist mótorinn. Nú skulum við aðeins hérna fara í þessar spurningar sem að þið eru með þarna. Það er hérna spurningar og teikningum. Við hvaða punkta tengist vinnuspenna tíðnibreytisins. Það er náttúrulega bara L1, L2 og L3, þriggja fasa spennu. Og í sjálfu sér þá hérna þurfum við ekki endilega að skrifa þetta niður núna, því að ég er með þetta, ég er að taka þetta upp núna, svo að þið getið skrifað þetta eftir á. Ég er með svörin hérna á blaðinu sem ég er með á tjaldinu. Þannig að við förum bara yfir þetta saman og þið spyrjið mig ef að þið sjáið að ég er ekki að svara öllu þessu, eða stoppið mig og ef við hafið einhverjar spurningar. Og hér er spurt líka hvað er RFI filter. Það er sem sagt þetta filter hérna. Þetta RFI filter, það er þessi kassi hérna. Og þetta hérna er, og hvað er átt við með optional? Að þetta er truflana sía með spólum og þéttum
og þetta stendur fyrir sem sagt radio frequency interference og optional þýðir það að sían fylgir ekki venjulega, heldur þarf að óska sérstaklega eftir henni. Það er að komast af án hennar en þá er hætta á truflunum út á netið sem sagt frá hraðastýringunni, skiljið. En við myndum yfirleitt í skipum velja svona síur, skiljið. Svo við fáum sem minnsta truflanir inn á netið. Og síðan er spurt hérna, til hvers er segulrófin RL1 og kassi sem merktur relay card og þarna er ég maður tala þetta hérna segulrófin hér og inn í þessu relay card hérna, þetta eru R7, R11, R8 hérna syns mér og það hefur verið hérna reynt að finna út úr þessu og þessi búnaður sem sagt, hann er ætlaður til að hægja á uppleiðslu straumi þéttana þegar straumur er hleypt á tíðnibreytin og RL1 kemur þá inn þegar að hitavirkni frá eiginbreytilegu mótstöðunum og þar með tímasenkun hefur áhrif inn á stýrirássspólu fyrir RL1. Og síðan á neðri hluta kortsins, relay card, er einnig straummæling eða current measurement sem að nýtist sem sagt inn á þetta allt saman. Það er hérna er current measurements sem að nýtist sem sagt inn á hraðastýringuna. Og þetta er þessi þetta er svona eins og tákn fyrir NTSC sjáið hérna og þetta er alveg líkleg skýring á þessu og hérna er senkun á því þá að þessi segulrófi fari inn. Nú, áfram með spurningarnar, það er talað hérna í fjórðu, innihald DB1 sem sagt, þetta er þrífasa afriðill, hérna stendur það í teikningunni þetta hérna, merkt hérna DB1 þess vegna er þetta hérna efst á þessum kassa, sjáu þið hér er þú að finna þetta? Þetta er þriggja afriðillinn hérna það eru 6 stíðar hérna inn í þessu þess vegna er þessi mynd hérna hún er ekki náttúrulega inn í ykkar efni heldur ef þið vildu svara þessu þá myndið bara sækja svona mynd með 6 stíðum og svo er í 5. lið spenna milli pluss og mínus sem sagt er það er spurningin í 5 hérna hve há er spennan á milli punta pluss UTC og mínus UTC og hún gæti verið 540 volt það bil jafnspenna ef að riðspennan inn er 400 volt. Já, þetta er ekki alveg nákvæm tala hérna, mér minna að sé einhver aukastafur í þessu, en þið getið reiknað þetta líka út vegna þess að þið hafið líka þessa formúlu hérna. Þetta er rauninni, getið margvanda 1,35 sinnum 400 til þess að fá hvað er líklega spenna á svokallum DC link. Og síðan í 7. spurningunni hérna þá er spurt til hvers eru þéttarnir C7 og C8. Ok, hvar eru þeir? C7 og C8 það er á þessari mynd hérna. Það eru þessir hérna, C7 hérna áanverðu og C8 hérna aðeins fyrir neðan hann. Þeir tengjast hérna DC linknum. Og þetta eru aðal þétta bankinn. Þeir hafa hlutverk að geyma raforku og gefa hana frá sér þegar þörf er á. Við fá sérstaklega raforkuna frá þessu þryggjafasa afriðun hérna og er alltaf með þessa spennu og eftir því sem við erum með að nota mótorinn meira þeim lækkar spennan örlítið á DC linknum. Og síðan mótstöðunar R4, R5, 7 hérna. Til hvers eru mótstöðunar
R4 og R5. Þær eru til að afhlaða þéttana hægt þegar að spennan er tekin af tíðnibreytunum. Sem sagt, það eru þessar mótstöður hérna, R4 og R5. Þannig að sé ekki alltaf hættuleg spenna á DC-lingnum. Ok, næsta mál. 8. Til hvers eru spólurnar L2 til L6, allar þessar, L2, 3, 4, 5 og 6. Og þær sem sagt hægja á straumbreytingum í straumrásum að mótor, sem sagt L4, 5 og 6, og L2 og 3 hægja á straumbreytingum inn á þétta bankan, og L2 og L3 eru líka hátíðni gildra. L2 og L3, það eru þessir hérna ofanverðu, L2 og L3 hérna neðanverðu. Þetta er líka hátíðni gildra með þessum þétti hérna og hægja á ef væri hætta á snöggum straumbreytingum, það hægja á straumbreytingum. Og L4, L5 og L6 hérna eru líka hér í þessu hlutverki. Og síðan er næsta spurning, 9. Hvaða íhlutir mynda áreiðunarrásina? Og það er þessi TM1, TM2 og TM3. Það er þessir kassar hérna með, það eru sem sagt 2 transistorar IGBT í hverju uniti hérna, TM1, TM2 og TM3, þetta er allt eins, og TM4 er líka alveg nákvæmlega eins nema við notum það á annan hátt. Við förum strax í það. Þetta býr til þessa áriðun sem sagt, þetta er þessi pulsvítarmótor P12M, Pulse Width Modulation, og síðan í 10 athuga merkingarnar TM1 til TM4, hvers konar íhlutir eru í þessum kössum. Þetta eru insulated gate bipolar transistorar, 2 í hverjum kassa. Til hvers er mótstaðan RB, og þá átugum við hérna TM4 kassan. Að TM4, hann er tengdur við RB mótstöðuna, og B stendur fyrir break, sem sagt þetta er hemlunar mótstaðan. Þetta er til þess að eyða hemlunar orkunni frá mótornum, og þá tengist sem sagt þessi neðri transistor hérna, og hann fær merki hérna frá BBC einingunni hérna, hvenær hann á að fara að hemla, og þá er þegar að spennan fer að hækka, þegar spennan fer hækkandi hérna óeðlilega á DC-lingunum, því að þá væri mótorinn að framleiða hérna inn á tilbaka hemlunar orku, og þá verðum við að bremsa þá orku niður. Ef að það myndi ekki gerast, ef við myndum ekki eyða þessu hemlunarafli hérna, þá myndi bara spennan hækka og hækka þar til að hraðastýringin myndi slá út. Þetta hefur margoft gerst inni í 106 stofinni. Munið þetta græna kassanum sem er hraðastýring fyrir mótorinn við rafalan, rafala 2 sem sagt, Markon rafalan, að hún er alltaf svona á og til að slá út þegar við erum að keyra bakkafl inn á rafalan, og þá fer hann að framleiða inn á DC-lingin. Við erum ekki með neina hemlunar mótstöðu þar. Það er nú vandamálið. Ok, aðeins smá tenging yfir í það búnað sem við erum með hérna í skólanum, og hvar tengist mótorinn síðan við tíðnibreytin? Síðasta spurningin hérna, hann tengist hérna á ÖVAF og TVAF, hérna að neðanverðu á seinni myndinni hérna. ÖVAF og TVAF, það sem er merkt við hérna relay card. Já, þá erum við búin að fara í gegnum þessar spurningar hérna. Hérna voru svörin við þessu 9, 10, 11 og 12. Að IGBT transistorar ásamt díóðu yfir hverjum transistor er þetta sem er hérna í þessum kossum,
og hemlunum ástæða til að eyða hemlunum okkur eða 11 og í 12 þá var mótorinn tengist ÖVAF og 12 við straummæli hlutan á relay card. Og síðan hefur við aðeins yfirlit yfir þessa transistora og þetta svona kynning á þessu efni, þetta reyndar á ensku en ég ætla að fara yfir þessar spurningar þannig að þið getið reynt yfir þetta og reynt að átta okkur á aðalatriðum í þessu. Þetta efni er í þessum hluta hérna neðst. Já, þetta neðsta blaðsíðan þar sem að táknmyndin af EGBT transistornum og hérna verið að fjalla svona þróunin að þessu og spennuþol og annað slíkt sem að kemur hérna fram og það að fyrir hlutin á þessum transistor í rauninni sviðsáhrifatransistor, field effect transistor eða MOSFET og af því að við getum stjórnað honum hratt en seinni hlutin bipolar transistor vegna þess að hann þolir mikinn straum. Nú skulum venda okkur í spurningarnar úr þessu efni að hvaða íhlutir taldir upp í textanum. Við getum farið yfir það en svarið við því að það sem sagt díóður, týristórar og EGBT transistorar og síðan í hvaða 3 hópa má skipta þessum hálfleiðurum. Fyrsti hópurinn, það til þess díóður, þar sem við erum með 3-fasa rás og það hérna 3-fasa rafmagni í rauninni virkjar íhlutina, eða virkja díóðunar eins og við fórum í gegnum í 3-fasa afriðinni. Að það var bara riðstraumurinn 3-fasa sem að virkjaði þessar díóður. Og í hópi 2 þá eru týristórar og tríekkar sem stjórnað opnun með stýriskauti en þau þurfa sérstaklega rás til að koma þeim til að rjúfa rásina, til dæmis týristórnir. Síðasti hópurinn eru transistorar sem hægt að kveikja og slökkva á leiðinni mjög hratt og þetta hefur leitt til þróunar EGBT transistorsins og í þriðja lagi hérna spurt hvað átt við með bipolar junction transistor og þetta venjulegur bipolar samskipta transistor eins og við höfum lært í rafmagnstekni 100. Fjórða hérna, hver kostur og galli við MOSFET transistorinn? Kostur MOSFET að hægt að slökkva og kveikja mjög hratt en galli að það ákveðnar hátíðnitruflanir og oft lágt straumþol og of lágt straumþol með það sem við þurfum að nota í hraðastýringunum. Þess vegna hann ekki notaður, ekki þessi MOSFET. Og hvaða 2 gerðir transistora sameinar EGBT íhluturinn? Það eru sem sagt það sviðsáhrifatransistorinn í inngangi hans og síðan útgangurinn bipolar transistor. Sem sagt fyrri MOSFET eða sviðsáhrifatransistor öðru nafni og hinn venjulegur bipolar transistor eins og við höfum lært áður af því að hann þolir meiri straum. Og kosturinn við EGBT að það hægt að slökkva og kveikja á honum mjög hratt og hann þolir háan straum. Þetta málið. Og þá erum við í rauninni komin í gegnum þetta efni sem aðal efnið sem við förum í varðandi hraðastýringarnar. Og við erum búin aðeins að líta á innviði svona hraðastýringar og við erum búin að skoða íhlutina sem eru notaðir í þessu og átt okkur á DC-linknum
og hvernig þetta tengist í grófum dráttum.